Við höldum áfram með föstudagsþáttinn en núna í ár fagnar ferðafélag Akureyrar 85 ára afmæli. Til þess að spjalla það hvað framundan á afmælisárinu komin hingað til mín Þorgerður Sigurðardóttir sem formaður ferðafélagsins. Vertu hjartanlega velkomin í þáttinn. Takk fyrir það. Þetta 85 ár, það nú engin smáraðis starfstími. Nei, það alveg ástæða til að halda upp á það. Já, ég held að geta allir verið sammála það. Já. Og hvernig ætlið þið að fagna þessum áfanga? Sko, þetta í sjálfu sér stór afmæli, ekki beint, en okkur langar samt til þess að halda upp á þetta og gera okkur dagamun. Já. Fyrir utan bara virkilega öfluga ferðaáætlun ársins, þar sem allir finna eitthvað við sitt hæfi. Já. Þá leggjum við áherslu á núna barna- og fjölskyldustarf. Það svona það sem mér efst í huga á þessu ári. Og við erum á dagskrá 5 ferðir sem búið að skipuleggja. Byrjum til dæmis bara núna 19. maí, klukkan 5, það fyrsta ferðin. Og þá förum við í fuglaskoðunarferð inn í Naustaborgir með honum Jóni Magnúsinni og Sverri. Já. Sem hafa nú verið með fuglaskoðunarferði hjá okkur í fjölda ára. Og þannig að síðan það náttúruskoðun í Krossanesborgum í lok júní. Það sem Brynhildur Bjarnadóttir, líffræðingur, hún ætlar að benda okkur á allt þetta smáa í náttúrunni sem við sjáum aldrei, göngum alltaf framhjá. Já. Og hún mun örugglega vera þar með einhverja svona pöttuskoðun og fleira. Og síðan verður veiðiferð og gönguferð í Mývatnssveit og við endum svo á berjaferð í september. Og allar þessar ferðir eru fríar og ég vil endilega líka bara benda öfum og ömmum á að nota tækifæri og taka barnabörnin með í svona ferðir. Já, þetta mjög sniðugt, svona bara fá börnin til þess að vera úti og kunna meta náttúruna og þetta allt sem í kringum okkur. Já, við byrjuðum eiginlega þjóðstörtuðum með þessi fyrra til pröfu, þar sem við fórum í fjöruferð með Brynhildi Bjarnadóttir mitt. Já. Og það var mjög vel sótt og þess vegna ákváðum bara að prófa okkur langa mjög mikið til að þróa þetta starf. Einmitt, þið finnið þá að það eftirspurn eftir þessu svona afþreyingu fyrir fjölskylduna. Já. Magnað og það náttúrulega bara gott að geta víkkað út, svona fært út kvíarnar í starfseminni, í leiðinni. Við þurfum líka að ala upp nýja kynslóð. Já, einmitt. Það svo. Sem hefur ununa af útivist og því að ferðast landið á 2 jafnfljótum. Akkurat. Já, frábært. Og sumarið væntanlega, það náttúrulega kannski mest að vera hjá ferðafélaginu yfir sumarið, svona flesta ferðir, ekki satt? Það mjög mikið á dagskrá núna í maí, júní, júlí og svo aðeins í ágúst. En í tilefni afmælinu þá ætlum við líka að hafa svo kallaða afmælisraðgöngu. Já. Þetta eru ferðir, getur sagt, þetta eru 4 leggir, 4 sunnudagar í lok sumars sem að það göngum við frá Akureyri yfir í Mývatnssveit og þetta allt dagsferð og það inn í þessu, með þessa ferðir verða staðkunni í fararstjórar og þetta verður mjög spennandi. Ég hef svona heyrt mikinn áhuga fyrir þessu. Já. En við erum ekki eins og búin að auglýsa þetta. Nei, þetta allt saman í undirbúningi, en verður bara auglýst mjög fljótlega. Já. Svo til dæmis helgina 15. og 16. maí þá erum við með námskeið í Rötun sem bara í ferðafélagshúsinu okkar, þessna á Strandgötu. Já. Þannig að svo eitthvað sé nefnt. Já, þannig að fyrir þá sem vilja vera alveg vissir þeir geti bjargað sér að þeir lendi í einhverjum ógöngum. Og svo það svona síðast en ekki síst, þá vonastu við til þess að klára stærsta verkefni sem við höfum ráðist í. Já. Það smíði aðstöðuhús við Drekagil. Já. Það bara alveg 3 ára verkefni sem að ljúka núna hjá okkur og allt þetta starf hjá okkur byggist fyrst og fremst á sjálfboðaliða starfi. Já. Það má segja það, þannig að og við erum með skála á 7 stöðum á landinu sem búið að byggjast upp á þessum árum. Já. Áratugum getum við sagt, allt meira og minna í sjálfboðavinnu. Já, sem ótrúlegt. Alveg með ólíkindum. Já. Einmitt. Og fyrir þá sem að sitja heim í stofu núna og hugsa, kannski gera sér ekki grein fyrir því, en hvernig getur maður gerst meðlimur og félagi í ferðafélaginu? Já, það náttúrulega, það hægt að sækja það bara á heimasíðun okkar. Já. Og ég vil bara nefna það að gera, ef þú gerist félagi, þá kostar árgjaldið 8.700 krónur. Já.
og inn í því afsláttur af ferðum félagsins og hjá FÍ líka og góður afsláttur af gistingu til dæmis í skálum félagsins. Já. Og ekki síðast ekki síst, þá gefur ferðafélag Akureyrar út tímarit, ferðir sem innifalið í þessum, og þeir mjög skemmtilega greinar ferðir sem verið að fara. Og svo það árbók Ferðafélags Íslands sem hefur komið út í mörg ár. Já. Og þetta mjög vegleg rit. Núna til dæmis það Laugavegurinn og Fimmvörðuháls sem þannig að, og svo náttúrulega bara að starfa með félaginu sem sjálfboðaliði. Já. Það ekki minnsti ávinningurinn. Nei, þetta það frábær félagskapur og örugglega bara stemming og skemmtilegheit. Já, og okkur viljum alltaf endilega fá, eins og við tölum áðan, yngra fólk í félagi, það þannig alltaf að endurnýja. Já. Akkurat. Þannig að þeir sem sitja heima og hafa áhuga á útivist og því að umganga skemmtilegt fólk, það nú aldrei að hugsa sér gott í glóðarinnar. Já, og félagskapurinn í þessum ferðum ekki síst það sem fólk að sækjast eftir. Nei, einmitt. Þetta mjög skemmtilegt. Ég segi bara fyrir mig, ég prófa nokkur sinnum að fara með ferðafélaginu og þetta alltaf mjög gaman. Já. Þannig að það mikill ávinningur. Já, síðan náttúrulega ekki, við byrjuðum á því fyrra, við með svona hópa, við kallum þetta hreyfihópa og þá kaupir fólk sig inn í ákveði verkefni. Já. Nú til dæmis að bara vera að setja auglýsingu í gær, fjallahjólaverkefni. Já. Það sem bara alveg plan fyrir þennan hóp og þá ertu líka svona föstum hóp, félagskapurinn ekki síst í því, sko. Nei. Og bara öryggið að ferðast með sama farastjóranum. Já. Og svo þetta náttúrulega gott að hafa fyrirliggjandi við að fara þarna og þarna og þá bara veistu hvað framundan. Já, og ákveðnu degi og alveg fast prógram, sko. Já. Þá ekki þetta svíkjast undan því að fara. Göngur og jóga fyrir konur 60+ eitt af þessum verkefnum sem að fara af stað. Já. Þetta alls konar og eitthvað fyrir alla. Það er það sem við leggjum upp með, að hafa þetta sem fjölbreyttast og koma til móts við alla. Við reynum að hlusta svolítið eftir hvar þörfin. Já, einmitt. Þannig að það aldeilis nóg framundan á afmælis árinu. Já. Og verður þetta bara svona út árið svo? Já, það fasta ferðir, bara dagsferðir alveg fram í nóvember, sko. Já. Þannig þó að sumarið sé svona okkar aðal tími og eins í skálunum okkar að þá gistingin, ferðamennskans aðalega yfir sumarið. Já. En það gisting í skálunum yfir veturinn líka. Já. Þannig að maður lætur veturinn ekkit endilega að stoppa sig? Nei, fólk gerir það ekki, sko. Nei. Þannig að það er allt hægt. Já, algjörlega. Og það kannski eins og upp á Hálendinu, þar sem skálarnir okkar svo Herðubreiðarlindir, þar bara algjör paradís. Þar við til dæmis með fjölskyldutilboð. Já. Og hvetjum fólk til að kynna sér þetta svæði, sko. Já. Það nefnilega ekki allir sem átt að sjá hvað þetta miklir fjársjóðir. Nei, þetta alveg magnað að koma þarna. Já. Frábært, þetta ótrúlega spennandi afmælisár sem framundan. Já. Og við bara hvetjum alla til þess að kynna sér það sem í boði og náttúrulega bara gerast meðlimir í ferðafélaginu. Ekki spurning. Ekki, bara þakka kærlega fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá þessu. Já, takk bara fyrir mig.